Velkomin. Gaman að sjá hvað vel mætt hérna og fólk hér eru flestir ekki öll sæti setið og það er ekki til bara að byrja á réttum tíma og nándarlega. Þetta margt bíður hérna 3 frábær erindi og margt sem við erum tilbúin að spjalla á milli þeirra og eftir. Ég heiti Tómas Lönnblöndar, ég er yfirlögfræðingur sjóðsins og vinn hér talsvert með reikningsstýringu í þessum sjálfbærnimálum og veit að þetta sjóðin líka. Og við höfum einsett okkur það svolítið að byggja okkur á lektorsvelli þannig upp að við taka þetta líka hérna heima hjá okkur. Þá við séum lítið fyrirtæki, 60 manna fyrirtæki í þeim skilningi. Þá erum við komin reis og stór eignasöfn og við höfum verið í þessari verkfæri í nokkur tíma. Og hérna, það er óvægt að segja það að við erum á einhvers svona krossgötum hérna í dag. Við þekkjum öll og við þykjum að eyða mörgum orðum í dag. Omnibusunum Evrópusambandsins, þetta polariseringu í bæði hérna á Íslandi og jafnvel á pólitíkinni varðandi sjálfbærnimál en verkefnið ekki að fara frá okkur. Við sjáum það bara hvað raunvísindin sýnir okkur náttúruna, við fylgjumst með þróun samfélag og áskorun sem þau verða fyrir. Nú, þau fyrirtæki sem að lífeyrissjóðir og aðrir stofnanafjárfestar eru að fjárfesta í hafa gríðarleg áhrif á umhverfissamfélag til góðs og ills. Nú, við fjárfestar ekki í pólitík, við erum ekki að vera að taka, það er annar að sjá að setja reglurnar á viðmiðin. En það skiptir okkur gríðarlega miklu máli, hvernig fyrirtækjum vegnar, þeim vegnar ekki vel nema í öflugu samfélagi og öflugu vistkerfum. Það er grunnurinn til framleiðnina. Þannig að þess vegna erum við kannski komin í dag til að ræða það svolítið og velta því svolítið fyrir okkur. Allt þetta sjálfbærni byggs og upplýsingagjöf, sem bara heilmikið meira inn á sérfræðina. Og margir eru búin að læra mikið við því og ég veit að margir hér inni undanfarin ár. Hvernig getum við nýtt þetta áfram og ég veit að margir eru byrjaðir og við teljum okkur þegar við erum svo vestlunum að líka vera byrjað á því. Hvernig getum við nýtt þetta meira í virðisauka? Og fókusinn á það ábyrga fjárfestingar og það er nú bara fókus á virka áhættustýringu og greiningu tækju þeirra. Svo eru það margar áskoranir á veginn. Við getum ekki hvernig á verðleika sjálfbærnimál. Mínum mati og ég er ekkert einn það og ég dreg það frá mörgum sem þekkja þetta betur en ég að hún dæmlega og við fáum vonandi eitthvað meira það á eftir og margir þekkja þetta í heimli. Stórkostlega undirverðlug. En svarið er ekkert öðru. Hver er rétt innri verðlagning kolefnislosunar fyrirtækis? Grænþvottapittar þeir allir. Hvernig á að forðast á? Hvernig á að tækla á keppinauta sem eru að svína á okkur þeim drengur? Hvaða áhrif hefur það þegar tryggingafélög hætta að tryggja tiltekna eignarhald? Og þetta er þegar orðið meðal annars í Bandaríkjunum alvarlegt issue. Og svona má lengi telja. En það getur síður, hvað getum við leggja tækifæri? Við þurfum að breyta alls konar framleiðsluferlum í því gríðarlegu business tækifæri. Nú sumir segja, ég er bara með lítið eignasafn, ég er með lítið borg í Reykjavík eða litlu landi á Íslandi og svo segir Holland líka, við erum bara lítið land og svo framvegis. Af hverju erum við bara byrja að taka til okkar skítið aðrir er ekki að gera það líka en fjárfestar eins og við erum hér inni, við sitjum uppi með alþjóðlegt skuldabréfasöfn og getum hvergi horfið á áhættuna kúpla okkur þess vegna verður það að vera virkir þátttakendur í þessu. Og lykillinn að því er kannski með þetta tungumál sjálfbærni og það er það sem við erum komin að frábæra fyrirlesara, Dagun Halldórsson, sem er eignastýringu og er leiðandi gagnagreiningu hérna inn á sjóðsins og þetta ekki örugglega flest. Rakel Guðmundsdóttir, sjóðsstjóri á Alfa-Framdag, hún að draga saman inn á hvernig rekstrarfélögin er að nálgast þetta. Og svo tryggingafélögin, þau eru ekki síður mikilvæg, það er verðlagning á þetta endurtryggingar og svo framvegis. Og okkur býða þessi öflugu og góðu erindi. Það er sem gaman við svona fundir, þetta er svo mikið þekking samkomin. Ég vil bara hvetja ykkur til þess, við getum kannski gefað okkur eftir tímanum endum fram, nokkra mínútur á milli erinda til þess að spjalla og svo í lokin. Þannig endilega hugsiði, spurningar, geymið það hjá okkur eða einhver komment, einhver áskorun og þá kannski getum tekið eitthvað samtal með það en alveg klárlega svo hérna bara í bríðarferðinu á eftir. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra en bara bjóða Petra á að taka við. Heyrist í mér? Gott. Góðan blessan, Rán ég, sem fær eitthvað eignastýringar á læri. Það er reyna, gefa smá innsýn inn í það hvernig við höfum verið að samþætta sjálfbærni áhættu
í ákvarðanatöku ferli í fjárfestingu. Og fyrst svona smá bakgrunn okkur í live, þar sem það gefur smá viðfæðum af því hvað við erum að gera. Við höfum verið aðilega í UNPRI sem 2006, settum okkur stefnum ábyrgð fjárfestingar og útsölurum 21 og síðustu 4 ár hefur verið mikil svona uppbygging innanhús hjá okkur að samþætta sjálfbærni, matsjálfbærni, greiningarferðslar í fjárfestingarferlinu sjálfna. Við höfum verið á þeirri vegferð núna í nokkur ár og teljum okkur hafa nokkuð hluti til að deila með til að opna þess meira á umræðina. Við lífum svo svona pröfum það tækla þetta mikið að mál. Samir í dag þá fara sjálfbærni greiningar fram í 4 manna eignastýringarteymi sem að Arni yfir sem við flesta kannast við. Og ástæðan fyrir því að við erum að sem að stýra öllu saman nokkur einföld fyrir okkur þetta ekki tippbox exercise. Við vitum að sjáum veljum að þetta geti haft fjárhagsleg áhrif á ákveðið fjárhagslega kostnað. Ástæðan fyrir þessu bara mjög einföld. Við erum aðeins til að auka fyrir því hjálpsjóðsins. Við þarfum fyrir að auka ávöxtun. Fyrir okkur svona leiðarljósi að þessu saman nokkuð skipt. En hver grunnurinn hjá okkur? Hvernig byrjum við þegar maður fara að skoða sjálfan þætti? Og það kemur kannski ekki á óvart en fyrirmyndin hjá okkur SASB, sjálfbærni staðall, sem að flestir inni þetta kannast við. Þessi staðall gefur okkur 27 fjárhagslega mikilvægar sjálfbærni áhættur, mikilvægar eftir atvinnugreiningarflokkum. Það sem við erum búin að gera innanhús þá að kortleggja yfir á GIGS atvinnugreiningarflokkurina og svo þaðan, sérstaklega fyrir íslenska markaðinn, við kortleggja að vera á mest granular level af ISAT-flokkurinn, það level 5 eða NEIS. Og við höfum gert þetta og skoðað sérstaklega væginn fyrir íslenska markaðinn, þannig að áhættu sem að taxonomy okkar í dag 454 áhættur, það er að segja áhætta með mismunandi vægi eftir mismunandi atvinnugreinum, mismunandi lýsingu og mismunandi mælikvörðum sem eru tengt við það. Það er svona grunnurinn, það er svona mengi af áhrif sem við leitum í þegar maður framkvæma sjálfbærni áhrif mat á fjárfestingarkostnaði. Eitt dæmi sem sýnir hvernig gerum þetta sérstaklega fyrir íslenska markaðinn. Þarna sjáum við sjávarútveginn hjá okkur, 3 undiratvinnugreinar, hefðbundnar útgerðir, sjókvíld og svo landeldi. Mjög einfalt heilsuöryggi starfsmanna, slysatíðni í hefðbundinni útgerð meiri en í eldi, þannig að það vægi þar, það ekki í eldinu. Sjókvíldi líklega til að hafa meira neikvæð áhrif á vistkerfi, þar alveg ekki fært að hærra vægi þar til dæmis landeldi. Og þetta er bara mjög einfalt að dæmi hvernig við höfum aðlagað þetta eftir íslenska markaðinn. Af því að ef við notum SASB, ef við notum GIGS, ef við gerum það sama, MSCI og Sustainalytics sem við gera, getum ekki farið meðar heldur en inntekkur matvæli. Þannig að við getum ekki borið saman við sjávarútveginn við öllum sjávarútvegsfyrirtækjum. Við erum að fara niður á þetta level. Það sem við erum búin að sýna ykkur núna fyrstu 2 fasarnir í þessu 5 fasa aðferðafræði sem við höfum. Mat á sjálfbærni áhrif fyrir útgerðir. Við skoðum áhrifina og við ákveðum vægi og svo næsta skref hjá okkur þá ákveða KPIs eða framstilð mælikvarða, hvað notum til að mæla þessar áhættu og svo mælum við mildun aðgerðir. Fyrirtæki að gera eitthvað til þess að milda sína starfsemi fyrir útsetningsstöðum á þessar áhættu. Þannig niðurstaða áhættum alls okkar útsetning X mildun. Hversu mikið útsett og að gera eitthvað til að milda. Það er sambærilegt og við sjáum ekki að helstu gagna. Við gerum þetta fyrir allar ESG-víddina. Við gerum þetta fyrir umhverfisþætti, félagslega stjórnarhætti. SASB líka á viðskiptahætti og við höfum þá bætt við góðum stjórnarhætti í föstu vægi og þá horfum við á SFDR-flokkum til að ná að meta gömlu good governance struktúrur frá fyrirtækjum. Því að við teljum SASB ekki fókusir á mikið nákvæmlega. Einfalt dæmi hvernig við gerum þetta, sjálfbærni áhætta í þessum atvinnugreinum umhverfistengt hákolefnisgjöld, skatta og kostnaði við umbreytingu. Þetta er misfjárhagslega mikilvægt fyrir atvinnugreinar, sums staðar þetta 0%, skiptir engu máli fjárhagslega, þetta þetta töluvert hærra. Þannig að við erum með range frá 0 til 80% og flest af þessu frá 0 til 20-30 kannski. Og svo mælum við þetta, hvernig mælum við þetta útsetningu, það losun gróðurhúsalofttegunda, 1,3 losun af kregni og þessum þetta. Dæmum mildun af mat sem við erum með. Ef útgefandi að losa mun meira en jafningjar, þú ekki með markmið minkur losunar, þá myndum við segja að mildun verði engin, það útsetningin ómögulegt. Þannig að það verður á lifista automatsins fyrir þessa áhættu. Bara til að hafa þetta eins einfalt og það gerir. Þetta ekki nóg fyrir okkur. Þetta bara grunnurinn. Það sem við erum búin að sýna ykkur núna fólk síðan upp í vinstarvegi, oftast framist á útgefanda. Við erum með rosalega stórt eignarhald, við erum 1.458 milljarðar króna í árslok.
þetta yfir 40.000 staka eignir. Við getum ekki gert þetta fyrir hverja einustu eign, hvort sem við reynum að skala upp eða ekki. Það bara gefur okkur ekki nógu mikla innsýn. Við þurfum að leita í fleiri tól í toolboxinu. Og það fara þessi einhvern veginn nót þessu líkur hér. Við skoðum framlag til hlýnunar, það er að segja framlag fyrirtæki í eignasafninu, hversu mikið þau eru að valda hlýnun í jarðar. Við skoðum fyrir UV-líkön, climate value of risk líkön fyrir mismunandi sviðsmyndir og svo notum við innrækt kolefnisverð líka til að meta áhrif á ástæðanum þjóðarkostnaðar. Og ef við byrjum á innrækt kolefnisverði, hérna sjáum við nokkuð dæmi innrækt kolefnisverð árið 2004 og verð það í krónum per tonn af CO2-ígildum. Þú ert með ETS meðalmarkaðsverðið, þú ert með Maersk, þeir hafa notað þessar tölur, Landsvirkjun notað þessar tölur sem þarna. Og svo OECD hefur mælt með þessar tölur til að koma okkur í svo þetta net zero corridor. Það séu ekki að ná net zero á heimsvísu. Það var þetta línaði samtíð sem þau hafa dreifð. Ef við tökum íslensku skráðu sjávarútvegsfyrirtæki, kolefnisgjöld þeirra frá bilinu 150 til 300 milljónir króna í fyrra. Það leggst sjálfsögðu á vissa þætti, til dæmis á olíuna sjálfa með gjaldi þar og þessar. Smá einföldum sem við fara með, en ég vona að þið fylgjum. En ef við tökum þessi kolefnisgjöld og skoðum þetta innra kolefnisverð sem við erum með, þá notum Landsvirkjun þá þetta reynsakostnaði frá 600 til 13 milljón. Það er að segja að það er mismunur milli þess hvað þau eru að borga í dag og hver væntur framtíðarkostnaður hver raunverulegur kostnaður við losunina frá 450 milljónir til 1 milljón. En ef við reynum að nota á þessum til frekar til að meta ákveðin ástæðankröfu og fá mjög svona tangible tölu til að mæla ástæðankröfu. Það er svona einfalt dæmi hvernig maður getur notað á innrækt kolefnisverð í greiningu. Og þessi mynd er kannski sláandi fyrir marga minni, en við erum náttúrulega með mjög alþjóðlegt eignasafn hjá okkur. Við erum með 50 eignir innanlands, erlendis og eignasafn með þessi alþjóðlegu viðmið sem við erum með. Þau eru langt frá markmiðum Parísarsáttmálans. Og svo einfalt það. Blálínan þetta sýnir ykkur hvað Parísarsáttmálinn segir að við fyrst að vera að losa og svo hérna uppinu sörfingum, það er eignasafn í dag. Þetta er þessi stefni. Það sem við erum að gera, við erum að reyna að meta eitthvað sjálfbærni áhættan sem liggur milli og hvernig og ef við ætlum að brúa til. Þetta er eitthvað sem er ekki eitthvað sem kemur óvart. Þetta er eitthvað sem flestir stofnanafjárfestar, sérstaklega alþjóðlegir, standa frammi fyrir. Defaultið sem er verið að stuðla að er 2,4 til 2,6 gráður hlýnunar. Norski olíusjóðurinn birtir þessu greiningu á sér þau stefna í 2,52 gráður, viðmið þeirra stefnu í 2,51. Það verður gera greiningar á byggt á ISS og MSCI-gögnum sem sýnir að eftir mismunandi histólum og markaðsvæðum þá eru við frá 2,5 upp í 4 gráður. Þannig að þetta sýnir ótrúlega mikið hversu mikið svona systemic risk eða kerfisáhætta, loftslagsáhætta er. Það by default eru að stefna miklu meiri hækkun en Parísarsáttmálinn sér til. Þetta er auðvitað engar fréttir með þá sem er inni, en það er samt svona smá mikið en sanity-check fyrir að hafa. Ok, við vitum að við stefnum þangað. Hvar byrjum við? Hvar er áhættan í eignasafninu? Hvernig viljum við byrja þau grein? Ein leið til þess er að byrja á þetta top-down, þú erum bottom-up frá útgefendum og svo top-down niður á eignasafnið. Byrjum að skoða atvinnugreinina. Einna notum við SNDR-flokkurina og svo taxonomy líka. Það flokkur það í 4 flokka, grænar, til dæmis utilities og þess að high impact climate sector sem svo kemur fram í SNDR og svo anstæðan það er náttúrulega sem hafa lítið sem engin áhrif. Og svo umbreytingar atvinnugreina. Það er atvinnugreina sem er líklega til að framleiða búnað sem eru mikilvæg fyrir orkuskipti. Og í okkar eignasafni er 45% atvinnugreina í þessum high impact climate sector sem gefur ekki fólk við getum tekið þetta niður úr 100% í 45% og haldið svo áfram að funnel okkur niður í helstu átt. Það er reynið að skoða, af hverju erum við að yfirskjóta svona rosalega mikið varðandi hlýnun jarðar. Og þjóðumböldreglan hérna er að neikvæðara framlag, það er að segja meiri áhrif á hlýnun jarðar, þá eftir hærra útsetningu til loftslagsáhættu. Það átti við öllum tilfellum, en það er svona lína samtíð sem við erum valið. Hér, ótrúlega satt, þá gildir 80-20-reglan sem að markmiðin er kannski að vægi útgefenda hérna sem er stefna í réttindu milli 3 og 4 og svo yfir 4 gráður er cirka 20% í dag. Og þetta eru aðildarnir sem eru að valda við erum að yfirskjóta rosalega mikið að hlýnun jarðar og þetta er okkar svona aðalútsetning fyrir loftslagsáhættu. Hérna við náðum að vinna okkur niður atvinnugreinina og svo niður á þessu útgefendur og þá þurfum við að skoða þessu útgefendur og spyrja okkur, eru þið að gera eitthvað? Eru þið með eitthvað markmið? Hver er losun þeirra eftir 10 ár? Er þeirra fjárhagslega framleiðsla að réttlæta þessa auknu útsetningu áhættu? Þannig að hérna er alltaf komið smá aðferð til þess að koma með
úrtak af útgefnum til að skoða en nánar og átta okkur aðeins betur á loftslagsáhrifin sem eignasafnið stendur fram fyrir. Við erum búin að tala vægi eignasafnið þess, en hvað þýðir þetta í krónutali? Við notum value at risk líkön frá gagnaveitum okkar til að meta mögulegt fé í húfi. Þetta rosalega busy glæra hjá mér, en það eitt sem við bara fókusir á. Við erum búin að reikna þetta út, hérna séu gripin eftir mismunandi sviðsmyndir sem eru á stefnu, segir manni, stefnu 1,5 gráðu, 2 pluss og svo framvegis. Þegar við reiknum út fyrir eignasafn live, þá kemur út að vegi fyrir húfi fyrir okkur milli 4 og 6%. Það að segja, samkvæmt þessum líkönum sem við spýtum út, þá eigum við að færa eignasafn virði þess niður 4-6% til þess að vega móti, til þess að verðleikja áhrif loftslagsáhrif frá 2020. Og þetta í rauninni, þessi líkön við meta umbreytingar á mikið stór hluti af þessu policy risk sem við meta. En hvað með raunlega loftslagsáhrif? Við höfum kortlagt íslenska innlenda eignasafnið okkar og eignir þar sem við teljum mögulega verið útsettar. Hérna séum við data sample pool. Af því þetta eru cirka 20 eignir, víðs vegar á landið og við skoðum þá mismunandi sviðsmyndir þar fyrir áhrif hækkandi sjávar, aukins vinds, úrkomu og þess og þar. Og enn og eftir, ótrúlega busy glæra sem er í gangi, en ég vil bara fókusera á það sem ég er búin að hæla bleikt þarna. Ef við ímyndum okkur verstu mögulegu sviðsmyndir, þetta er top scenario sem við stefnum í og hvað er versta sem getur mögulega gerst. Þá segja þessi líkun okkur til dæmis að við 1,5, það eru 99,99% líkur og skaða yfir 5% af virði eignar vegna, þetta séu að sviðsmyndir, coastal flood eða sjávarflóð á næstu 10 árum. Það er það sem við erum að skoða hér. Og það er ok, líkan að segja okkur að þetta sé nánast að gerast. Hver eru þá fjárhagslega áhrif? Aftur, líkan spýtur út að þetta sé viðgildi staðar sem það að fara að vera 26,5% af virði. Þannig að samkvæmt þessu líkani, versta mögulega sviðsmyndir, þá eru nánast 100% líkur að 1,5 muni skaðast þar sem við hefum verið hennar 26,5%. Þannig að þetta er aðferðafræði sem getur notað fyrir raunlega loftslagsáhrif okkar eignasafni. Þannig að við tökum það eins saman, sviðsmyndagreiningar okkar sýna 46% í húfi fyrir umbreytingaráhrif og við höfum gert það fyrir innlenda safnið og í rauninni er talan í dag mjög lág. Áhrifin af raunlegri áhrif fyrir eignasafns okkar er nánast ekki neitt. Vissulega erum við bara að taka fyrstu skrefin þar. Þannig að þetta er kannski mikið fyrir 1,5 í þessu dæmi en ekki mikið fyrir okkur sem fjárfesti. Þetta rímar svolítið við það sem að norski olíusjóðurinn hefur verið að segja. Þessi líkön eru verulega vanmeita loftslagsáhrif og N5 meta sambærilega áhrif á sérbilið 28%, þannig að þau eru á svipuðu bólparki og vil og nefna einmitt að sérstaklega raunlega loftslagsáhrif sé virkilega undir líkön. Það sjáum við hvað þeirra líkön eru að segja og ef við horfum bara á sviðsmyndina frá 1,5 gráðu 2 upp í rauninni bara hækkandi heim, þá séum við að það lækkar. Þannig að rauninni samkvæmt þessu líkur þá er það græða á því, þú ert að græða á því af því að það hlýtur náttúrulega að þýða að það hafi verið minni skattar, minni verðlagningar og svona á. Þannig að þessi líkur horfa rosalega mikið á þau áhrif. Ég nefndi það sem dæmi í sjávarútvegi, þú veist það horfir kannski meira á kólfsfjöld, horfir ekki á loðnuprestina og breytingu á þorskarfa og hvað gerist þér allir fiskurinn. Það er einhvern veginn ekki tekið inn í þessi líkur. Það er mjög mikilvægt að hafa það í huga. Og þetta er eitthvað sem er rosalega erfitt að ná jafnvægi í verðlag. Því að fjárhagsleg framleiðsla þarf alltaf að vera til staðar. Við þurfum alltaf að hugsa átelja þetta ástæður og framkvæmda þetta möt. Og sannleikur er bara að sá að mikið af þessum neikvæðu áhrifum, þau eru ekki borin af fjárhagslegum sjálfum eða fyrirtækjum sjálfum. Og þetta sést kannski mjög vel í þessu dæmi hérna. Hérna erum við með 2 fyrirtæki í okkar eignasafni, Siemens Energy, þau framleiða búnað fyrir orkuskipti og er eitt af svona betri umbreytingarfyrirtækjum á heimsvísu og svo Exxon, stóri olíu- og gasgeiranum. Ef við myndum fara all out í Exxon og selja allt, fara miklu dýpra inn í Siemens Energy, þá væri loftslagsáhrifin okkar miklu betra, fjárhagsleg losun væri minni og svo framvegis. En með við skoðum verðmatslíkön, þá er Exxon í dag undervalued, Siemens er overvalued, þannig að við myndum tapa á því fjárhagslega. Og þannig er bara sannleikurinn í dag að það þú ert með drill í Bandaríkjunum og þú græðir á þessum viðnæringum. Og þessi balans er eitthvað sem við þurfum alltaf að skoða í okkar fjárhagslega ferli og er mikilvægt að hafa í huga líka.
Þannig að til að taka þetta aðeins saman, ábyrgð stofnanafjárfesta eins og Life mjög skýr. Það er mikilvægt að við séum að verðleggja þessar raunverulegu langtíma sjálfbærni sem það sko. Við megum ekki tapa okkur í þessu líkunum, við megum ekki bara tapa okkur í skammtíma sjónarmiðum varðandi til mismunandi atvinnugreinar og hagnaðarmöguleika fyrirtækja. Þannig að við höfum alltaf að hafa í huga að markmiðin að auka virði sjálfbærni á matsins. Þannig að við erum alltaf að meta þessi fjárhagslega áhrif, setja verðmið á áhrifina. Þannig getum við pluggað inn í ástæðumkröfu líkunum. Ef við vantar einhver stað til að byrja, 28 reglan gildir hér líkt og annars staðar. Lágt vægi eignasafnsins oftar en ekki ábyrgt fyrir meirihluta útsetningarnar. Þannig að það virkar okkur mjög vel bara að byrja það og sjá hvernig það leiðir. Og svo þetta með líkurinn að varast aðeins ótrúa þau vanmeta áhættuna verulega. Við taka ekki inn líkurinn, taka ekki inn alla heimsmyndina. Þannig að það var ekki bara taka þessum 1000 kynir þar út, heldur að horfa á þetta í stærra vinki. Og sérstaklega fyrir fjárfesta þá þessi líkurinn ekki nógu langt að við búum til þess að taka mikið mark á niðurstofnum. Þetta var allt sem ég með. Ég náði sem svo tíma. Það náði betur í sæti. Takk fyrir þessu snöggu yfirferð og ég vonandi að gefa ykkur næsti þess að verða á eftir. En mér langar aðeins bara að spyrja það einu sem ég veit þú aðeins pælt í að sko, þú segir, íkvölunin ekki nákvæm. Þau jafnvel svo útskrifa ákveð villiljós. Stofnanafjárfestastofinn, Sjóðurinn, þeirra safnir í 3.4 gráðu. Það bara í takt við og alþjóðlegri tólf. Að mjög saman þjappað út frá lögfræðum umboðsskylduþræðum, það myndi segja, og það orðið svona þokkalegt alþjóðlega umræðu það, að þá beri stofnanafjárfestum að taka til aðgerða, ekki til þess að vera góð í einhverju skilningi, þetta bara vegna þess að þetta þurfa að vinna þetta frumbjóðendur svona, vegna þess að fjárfestingarnir sem við safnum í dag, það má fljóta undan mættri framtíðar áherslu. Við tekur náttúrulega í hindin. Svo alltaf þetta líka hins vegar hvenær eiga menn að stíga inn og fara að taka þessi sénsar til einstök eignasöfn eða einstakir stofnanafjárfestum. Þá er bara spurningin, hvað í þessum fræðum og ég meina hvað í þessu hegðun og markaði, það þetta breyta til þessum, að því að markaðurinn að gera þetta saman. Þegar áhættan að við að fara af stað sjálfur, getur ykkur geiri gert það, geta lífeyrissjóðir gert það, hvað þarf svolítið til þess að leiðrétta þetta viðmið? Einhvern spurning. Já, þetta að segja. Men kannski bara einhver hugsun og ef við ekki með svarið í dag. Það sem við séum náttúrulega stóra að fyrst að gera er að nota virkt eignarhald, það virkar í sömu tilfelli sem ekki og flestir af þeir stóru byrja að taka þessi fyrstu skref, að setja einhver lítinn hluta eignasafnsins í uppbyggingar eignir og fara í þessu auka útsetning til þess að það sé verðleikna þannig að hluta á og skoða 5, 10, 15% eignasöfnum sem eru sjálfbærar fjárfestingar eða uppbyggingar fjárfestingar fjárfestar. Þannig að það er alveg löngu byrjað að dýfa táknin í þennan heim og svo er það líka fullt af hagnaðartækifærum í uppbyggingar. Lógíkin er fyrir allavega ekki að stofna fjárfesta en almenna fagfjárfesta að fara inn, nota visst eignarhald, bæta félagið og selja sig þannig á stað. Já, og það birtist líka held ég að eiga alveg mjög vel við. Hvað þarf að gerast? Verðlagningin þarf að taka þessi þætti meira inn í reikningum. Það er bara svo einfalt. Það getur á því að gefa endurnýjanlegum orkugjöfum aðeins meira búst eða setja meiri gjöld á losun og þessu. Það er bara komið ljóslega með það fyrr. En ef staðan í dag þá er mjög líka til fjárfesta að það er ekki hægt að fara á geistum stað því að ef fjárfestir fer bóli inn í eitthvað svona þeir eru einu sem að verðleikja þetta rétt í sjálfum sér. Þá getur voðan verið vís, þá getur útsetningi verið of há fyrir þessa áætlun á risk-appetite sem sá fjárfestar. Það er svona helsta vandamáli eða helsta ríkinn í þetta. Takk fyrir þetta umhverfis. Þá vil ég gefa Rakel Þórðardóttur á alfáfnarrakki. Það er ekkert að setja stílpóttur. Þetta er stefn. Heyrðu mér. Við ætlum að taka smá yfirdegi og ég ætla ekki að þykjast að búin að finna leið til þess að reikna virði sjálfbærniáhættu en viðfangsefni þráins er svolítið mikið svona erlend skráð fyrirtæki, stór fyrirtæki meðan mitt viðfangsefni Málstefán Þorgríms Jónssonar sem er 10 manna fyrirtæki sem örugglega enginn af ykkur hefur heyrt um.
Þannig að ég ætla svona, ég var að hugsa eintakið mitt og það er kannski bara að gefa ykkur svolítið innsýn inn í svona raunhagkerfið og þessi litlu meðalstóru óskráðu fyrirtæki hérna á Íslandi og ég svona ætla kannski aðeins að fá að leyfa mér að fara út fyrir þetta svona útvíkka þetta sjálfbærni áhættu og tala bara bæði tækifæri en líka áhættunar hjá þessum fyrirtækjum og kannski þetta svona sem að vakti áhuga minn er bara þetta tagline bara úr upplýsingaskyldu í virðisauka og það hefur alltaf verið svona leiðarljósi hjá okkur í alfa framtak bara í gegnum alla okkar vegferð og bara finna hvernig getur þetta verið tengið þetta virðisauka. Ég ætla bara rétt að gefa ykkur smá bakgrunn á okkur í alfa framtak, þekkja okkur eflaust og flest en svo ætla ég svona bara kannski segja ykkur bara aðeins sögun okkar hvernig svona okkar vegferð hefur verið og eins og ég það er bara svona eiglæri sjálfbærni áhættu en þetta hefur nefnilega þroskast svolítið þannig að ég ætla að byrja nefnilega í eignarhaldinu því að það er þannig sem að svona okkar vegferð hefur þroskast ef við vera nálægt fyrirtækjum, vera nálægt þessum stjórnendum í grjót og málmsteypunni og þannig hefur svona þetta farið úr meiri upplýsingaskyldu í virðisauka í fjárfestingarferlinu sjálfu. Við erum 12 manna teymi, við erum í dag með 3 framtakssjóði og með yfir 55 milljarða í áskriftarloforð og 12 manns er ekki stórt teymi, við erum ekki með sjálfbærni sviðið eða þess aftar, ég hef svona borið ábyrgð á þessum málaflokki og en samt sem áður erum við stærsta teymi framtakssjóða á Íslandi í dag. Og fyrst erum við að tala sjálfbærni, þá er ég rosalega stolt að bara að svona gefa einsinn í kynjahlutföllin okkar sem við höfum unnið markvisst að síðustu ár því að ef þið myndir skoða umsóknir á okkur þá væri líklega svona 95% umsækjenda karlar þannig að við höfum alveg tekið markvisst skref núna síðustu 2 ára að jafna þessi kynjahlutföll. En minn bakgrunnur er nefnilega ekki úr fjármálum heldur rekstri þannig ég var svolítið outlier í þessu teymi í upphafi sérstaklega og ég litið svolítið á mitt hlutverk að vera svolítið brú á milli þessara að mér finnst mjög ólíkar heimi fjármálana og svo stjórnendina því að fjármálaheiminum erum við svolítið mikið bara í Excel og gagnagreiningum og eitthvað svona hýpothesum á meðan svo eru stjórnendur þeir eru bara að díla við raunveruleika, þeir eru að díla við fólk og allar þessar áskoranir sem að fylgja auknum upplýsingakröfum og þess háttar. En mitt hlutverk er ekki sjóðstjóri en mitt titill er eignarhaldsstjóri og kannski segir lítið en ég ber í rauninni ábyrgð á að þegar við fáum fjárfestingarna afhenta þá leiði ég það sem við köllum svona 100 daga plan sem bara ákveðin svona stefnumótun með stjórnmótum þar sem að sjálfbærni er mikilvægur hluti því. Og ég ber einnig ábyrgð bara á að fylgja eftir framgangi fjárfestingarna okkar yfir eignarhaldstíma sem er svona allavega 4 til 6 ár. Þetta búið að vera vegferð eins og hjá flestum okkar og svona tókum þetta fyrstum tökum 2020 þá vorum við æhald annað rekstrarfélag eftir stefni til þess að gerast aðalega UNPRI og sem var mjög umfangsmikið fyrir okkur, við vorum 4 starfsmenn og við bara gerum sömu skýrsluskil og stóru félögin út í heimi. Og við vorum rosalega stolt af því að fyrir árið 2022 fyrst, já, þá skorum við efsta fylgdöngi framtakssjóða í Evrópu í módelum private equity. Og svo tókum við núna stórt skref í vor þegar þriðji og stærsti sjóðurinn okkar AF3 að hann er þá held ég fyrsti artikul 8 sjóður á Íslandi. Og það var eiginlega svona að því við erum með virkt eignarhald, við keyrum þetta 100 daga plan og það er alveg rosalega mikilvægur svona grunnur í að við gátum tekið þetta skref sem artikul 8 sjóður. Og við sáum eiginlega að vinna með Gunnari Deloitte að átta okkur á svona gagnreiningunni, hvað við þurftum að gera og þá sáum við bara að við vorum með rosalega sterkar undirstöður til þess að taka þetta skref. Þannig að það sem við höfum núna verið að gera er bara svona styrkja og fara dýpra í hverju einu ferli. Það svona gefur okkur bara einsinn í þessa 4 skrifa ferli í fjárfestingarfasa og hins vegar eignarhaldsfasanum. En eins og ég segi, hvaðan við erum að koma? Okkar heimur er málmsteypan, graf og grjót, við erum mikið í fjölskyldufyrirtækjum, þar sem er bara engin gáfinnast til staðar og fólk veit ekkert sjálfbærnimál og veit í rauninni ekkert hvernig það á að taka fyrstu skref. Og við förum auðvitað líka yfir eins og stærri félög eins og Origo þar sem við afskrifum á markaði en það er líka gaman að sjá þar að þau voru með alveg gríðarlega mikla sjálfbærniskýrslur en við erum bara akkurat núna að vinna með þar sem að mikla breytingar því félagi þar sem að mikið svona bara alls konar starfsemi til sama félagi og við erum búin að vera til að vinna að einangra félögin þannig að þau eru mikið fókusur.
Og rosalega gaman að vinna með þeim núna í sjálfbærnistefnunum af því þau eru svona orðin miklu fókusörri. Þau eru ekki bara, þetta er ekki bara þvaður eða skilur bara alls konar blandi poka tína til eitthvað jákvætt. Þetta er að gera þetta jákvætt. Þetta er miklu svona fókusörri, bara hreyfa nálina í sjálfbærnum málaflokkunum í hverju einu félagi. Við erum einn ofar innflutningsfyrirtæki. Það er allt annað heldur en fyrir hugbúnaðarfyrirtæki. Þannig að það er rosalega gaman að fara líka og sjá inn í þroskaðri fyrirtækjum hvaða tækifæri til þess að ná meiri árangri með því að vera svona meiri fókusirðið. En ég myndi segja að ég var að reyna að teikna hvernig svona þegar ég fyrir að tala um málaflokk við stjórnina okkar. Ég held að það komi bara svona smá óveður ský í hausina þeim. Þetta er bara, það er ekkert verið að gera þetta neitt mjög auðvelt fyrir okkur. Þetta er bara endalaust á skammstafinni og fólk skilur eiginlega ekkert hvað maður er að reyna að tala upp. Þannig að ég held að það sé svo mikið tækifæri til að bara svona einfalda málið og einmitt bara svona fækka ástæðum til þess að ná enn meiri árangri. Og það er líka svo gaman að sjá hvernig við, ég hef oft svona, ég er ekki með neitt bakgrunn og sjálfbærni en ég reyði mig mikið á góða ráðgjafar hérna sem eru með fyrir dag og ég er svona að reyna að vera líka brú á milli þessa sjálfbærni sérfræðinga en svo líka bara raunveruleikans. Og ég hef oft bara svona verið alveg lost í að reyna að kafa ofan í þessu sjálfbærni málaflokki en það er svo gaman að finna hvað við getum komið inn í þessi fyrirtæki. Bara hjálpa þeim að taka fyrstu skrefin og það er líka það sem við erum að hafa í huga. Við erum ekki að reyna, kannski erum ekki að vinna með fyrirtæki sem eru með 9-5 og komast upp í 10. Við erum að taka félög sem eru kannski með 5 og við ætlum að reyna bara að bæta þau, koma þeim upp í 7 eða 8 einhvern. Þannig að það hefur svona verið það sem hefur verið okkar leiðarljós í þessu. En það sem er líka okkar raunveruleiki er að við erum með bæði stofnanafjárfesta í sjóðum okkar, við erum líka með einkafjárfesta. Og fyrir sumum, kannski svolítið djúpt í árunum tekið, er þetta bara þverstæður. Og ég tala á aðalfundum sjóðana fyrir þennan málaflokk og ég þarf að tala til þess að begge hópa. Og í sumum augum er þetta bara sjálfbærni og jákvæðari bara kostnaðarauki, bara vesen. En fyrir okkur hefur alltaf verið bara hvernig finnum við, hvernig við getum haft jákvæð áhrif, en leið hlinda við virðisköpun. Og það er einhvern veginn svona að finna hjarta og sálina í hvað skiptir okkur máli eins og þegar bara Siggi grafa í Gröfugrjót eins og hann er kallaður, bara í stefnumótinu upphafi, hvað skiptir hjá máli? Jú, eldsneytiskostnaður, einn af stærstu kostnaðarlegu fyrirtækisins. Það er líka áhrif umhverfið að reyna að draga saman eldsneytiskostnaðar. Þar fórum við í mjög skemmtilegt brainstorm hvernig við gátum minnkað akstur og það er þá bara bein fjárhagsleg jákvæð áhrif. Og sama með bara öryggi starfsfólk, það skipti hann virkilega miklu máli. Þess vegna einblíti bara þessi tvö mál, það hefði allir mikið metnað að reyna að ná árangri í því. En það er þessi 100 daga áætlun sem er grunninn að og hvernig þetta hefur svolítið þroskast þessi sjálfbærni vegferð hjá okkur og 100 daga áætlun snýst í rauninni bara að koma öllum að borðinu með hlutum okkar stjórnendum og tryggja við séum öllum að skýra og sameiginlega sýn. Og hins vegar að tryggja við séum með svona góða umgjörð í stjórnarstörfum og reporting til þess að fylgja eftir framgangi. Þetta bæði við fjárhagslega og ófjárhagslega. Og fyrir mér er í rauninni bara sjálfbærni stefnumótun. Þetta er bara eðlilegur og svolítið mikilvægur hluti að stefnumótun fyrirtækja. Við erum alltaf að hugsa hvernig síbreytilegt ytri hafa áhrif á langtíma virði félagsins. Og þó að okkar eignartími er frekar stuttur 4-6 ár, þá þurfum við samt að selja fyrirtækið á þeim tíma og við þurfum að tryggja við höfum samfærandi sögu að segja þá og þá séu ekki einhverju áhersluþættir eða eitthvað sem að geta minnkað langtíma virði fyrir félagsins. Þannig að fyrir mér er þetta bara svo svona, mér langar helst ekki að tala þetta sem eitthvað sjálfbærni, mér langar bara að tala þetta sem stefnumótun og hvernig við varðveitum eða virði fyrirtækisins. Þannig að ég kemur betur inn á eftir þessi skref sem við tökum þá sem er tengt sjálfbærni. Þannig að þetta hefur alltaf verið bara hreyfum við því sem að skiptir máli, finnum hvað er að hreyfa nálina í hverju einu fyrirtæki. Og það kemur þá inn á þetta, við erum með svona 4 skrifaferli þá í þessum 100 tengt sjálfbærni. Og fyrsta fyrir mér er bara þessi svona mikilvæg greining og mér er svo frábært hólenda svona þessi tvíþátta mikilvæg greining. En fyrir fyrirtæki sem eins og Monster og tímanna fyrirtæki, það voru alltaf umfangsmikið að fá þetta ráðgjá á borðinu og þetta er margra milljón króna verk. En það er bara komið svo langt með 80-20 reglunni og þá nýtum við bara, við gerum svona skoðun bara sjálf og nýtum þetta ráðgjafa í fjárfestingarferlinu
En það er hægt að nota, skoða hvernig erlendir samkeppnisaðilar, þeir eru búin að fjárfesta í þessum greiningum, við notum input því, við notum SRS staðalana, við notum gervigreindina líka til að hjálpa okkur og taka þetta samtal með stjórnendum þannig að þeir átti sig á hvað er það sem að hreyfi nálinni í þeirra fyrirtæki, bæði út af við en líka hvað er að hafa áhrif af yfirþáttum á fjárhagslegan árangur þeirra. Og lokum að næsta skref þá raunin að móta þessa stefnu því að raunveruleikinn sá að þessar stefnur hjá fyrirtækjum, svona litlu fyrirtækjum sem þar eru bara oft eitthvað blað og í skúffi og þetta er bara svolítið mikið svona þvaður og ég er bara svona með ofnæmi fyrir því að vera með bara svona eitthvað pjúra skriffinsku sem hefur engan tilgang. Þannig að við notum þessi mikroskreiningu til að gera bara hnit með þeirri markvissari stefnu þau atriði sem að hreyfa nálina hjá fyrirtækjum. Þriðja skrefið er þá þessi mælanleiki og fyrir mér áður en við getum bara að setja ykkur markmið þá þurfum við að vita hvað við stöndum. Og þar höfum við nýtt aftur góða ráðgjöf hjá KPMG til þess að stilla upp mælaborði, UFS-mælaborði sem byggir á PI og EDCI frameworkinu. Og við stóðum fram fyrir þeim raunveruleika að við vorum að fá frá öllum stofnunum fjárfestum sitt hvort í rauninni reporting template, þetta var algjör hausverkur. Þannig að ég fagnaði mjög þegar SRPR var að komin aðeins meiri struktúr á þetta. Hins vegar fannst mér vantar óslega það er ekki svona fjarlægt öllum svona félagslegum og stjórnarhátta mælikvörðum og þess vegna erum við EDCI frameworki með. En það sem truflaði mig líka áður þegar svona fyrirtæki voru að skila þessum upplýsingum að ég hafði enga trú á gögnunum sem komu frá þeim. Mér fannst mjög mikið óáreiðanleiki. Þannig að við nýtum KPMG til að taka vinnustofu með öllum félögum í upphafi samstarfsins, 1,5 tími þar sem þau bara fá kennslu, hvaðan hvort kemur inputið og þau eru með módel sem reiknar í réttar stærðir. Og þetta bara tryggir skilvirkni og tryggir áreiðanleika og þetta er ekkert mál fyrir þessi fyrirtæki að upplýsa þessa mælikvarða. Þannig að þau bara veit ekki hvað þau á að byrja. Þannig að ég held að sé svo aftur sem ekki tækifæri einfaldlega fyrir fyrirtækjunum. Hérna sjáum við einsýni í skýrslugjöfuna. Þetta síðasta fjórða skrifi er að við tryggjum að þessi félög taki þetta inn á stjórnarborðið að lágmarki einu svona ári og þá erum við með þessa mælikvarða þau reporta þessu einu svona ári til okkar og þetta tekur á helstu mælikvörðum og finnst líka bara í umræðinni svona fyrir virðingu fyrir því að taka þetta í skref bara að fyrirtæki sé að mæla þetta og birta þetta. Það er stórt skref þó það sé ekki endilega búið að finna nákvæmlega hvert markmið með kolefnislosun og við sjáum bara nú erum við búin að fá tvo gagnapunkta hjá félögunum og það er bara oft mjög jákvæð áhrif bara þau setja ekki endilega markmið eða eitthvað skipt aðgerðaplan bara þau séu byrja að fylgjast með þessu og byrja að mæla þetta. Þannig að mér finnst svona að þurfa aðeins að vera virðingu fyrir bara þessi litlu skref. Þetta er ekki alltaf bara, þetta er ekki fyrirtæki með stóra sjálfbærni deildir og bara 100 á mælikvarða. Þannig að, þannig að það er svona fjórða og síðasta skrefið. En þetta svona hefur þá svona haft áhrif inn í fjárfestingarferlið og að sjálfsögðu hefur við alltaf gert bara neikvæða skimun. Við erum með bara útilokunarlista sem að við tryggjum þetta strax í pósku að félagi falli ekki inn. En það sem kom þá með sjóði 3 er þessi svona jákvæða skimun og við erum með IAF sem hluthafa og þeir komu með svona skýrt markmið að 20% af sjóðnum færi í svona sjálfbæra fjárfestingar út frá þeirra skilgreiningu sem rauninni bara mikið tilbyggt á EU taxonomy. Og það er rosalega gaman, við erum búin að fara í 2 fjárfestingar og við erum búin að ná þessum viðmiðum strax og þetta var alveg svona, við vorum alveg mjög hikandi við þetta fyrst og stressuð en það var rosalega gaman að svona opna augun fyrir líka samstarfsfólki mínu í þessu. Og þá kom svo með SFDR að við þurftum að gera okkar eigin sjálfbærni áhættumat. Við höfum alltaf gert áreiðanleikakönnun og ég var svona að hugsa hver er samskurinn á þessu, hvað tilgangi þjónar þetta okkar mat versus svo erum við eitthvað sérfræðingar sem er að gera áreiðanleikakönnun. En satt að segja gegnum tíðina hefur áreiðanleikakönnun verið svolítið svona tick in a box æfing. Við erum svona mikið bara svona, félagið með stefn, félagið svona, og aftur, við erum bara við félagið sem ég veit að ekki með þetta, á neinum stað, þannig að það gaf mér ekki mikið, ég gat eiginlega að gefa mér allar þessar niðurstöður fyrir fram. Þannig að það sem við erum bara svolítið svona nýbyrja að þróa, þá er rauninni bara svona byggt á þessar staðlinum. Að við útbyggta bara, notum SASP og notum þessa staðla, notum gervigreindina til þess að bara svona æfa okkur að skilja hvað skiptir mestu máli í fyrirtækinu og hvernig translitast það þá inn í
fjárhagsmódelin okkar. Og ég var til dæmis bara að gera þetta fyrir, við höfum gert 6 fjölskyldur ykkur hótel sem við erum saman og ég var að gera bara svona mikilvæg skreiningu fyrir hótelinu og sá bara samanborðið við aðra eignir, gríðarlega mikil orkunóttir sem þetta svo sem þetta alveg sagt með. En það var gaman að sjá þau tölu, hvað þetta rosalega orkufrægt. Og á þeim tíma voru líka fréttur að nú orkuverð bara að það var búið mikil hækkanir. Og það var ógeðslega gaman að geta bara actually reikna bara, heyrðu, fjárhagslega áhrifin eru bara 2% EBITDA lækkun. Og það eiginlega svona þessi, eins og ég getur með svara við þessu, við erum að þróa okkur áfram í þessu, hvað er þetta framar í fjárhagslega og við erum alveg pottið, setja þetta meira inn í módelin hjá okkur. Og það er kannski líka, við byrjum svolítið svona governance-hlutunum, svo svona social, þetta er svona það sem er nærmanni, en erum svona þjálfastu umhverfishlutunum. Og þetta er svo gott líka fyrir, það er mismikill skilningur innan teymisins, að þetta hjálpar okkur að það þurfa allir að fara í gegnum þessa æfingu fyrir fjárfestingarnar og það eykst þekking smátt og smátt. Og þá getum við nýtt áreiðanleikakönnunina til þess að fara dýpra, skoða dýpra það sem er mikilvægast fyrir fyrirtækinu og hvernig þetta getur haft fjárhagslega áhrif. Við ætlum ekki að þykjast við það og hvernig er það samanburður við einhver erlend félög. Hvað er benchmarking? Þannig að við erum bara svona að taka þetta núna næstu skrefið þessu að þá finnst mér orðið svona miklu meiri tilgangur með áreiðanleikakönnun, miklu meira value sem svo nýtist inn í stefnumótunum á myndaröldunum. En kannski bara svona nokkrar dæmisögur að fyrir okkur þá sjáum við eigum bara fullt að dæmi hvernig þetta getur verið bæði virðisaukning, tekjuaukning en líka bara lækkun kostnaðinn. Ég sagði fyrir innviti að grafa og brjóta, við erum búin að minnka akstur, lækka kolefnislosun en þá líka lækka eldsneytiskostnað. Borgarplast, það er nú ekki komist í gegnum sjálfbærni átumati í dag, þetta er fjárfesting sem er fjárfesting í 2018 og búin að selja en þar við vorum að framleiða frauðkassa og það var rosalega mikið sem fékk til úr framleiðslunni svona frauðúrgangur og við fjárfestum í endurvinnslubúnaði og þetta fjárfestingin borgaði sig upp á innan við ári því að í rauninni gátum endurnýtt hráefnið en leið minnka úrgang um 1,5 tonn eða alveg það var svakalega stærra. Og félögin fyrir ofan, allt dæmi það hvernig við höfum nýtt þetta bara til að auka tekjur, Malmstefan hefur nefnt framleiðir endurnýtir járn, bræðir upp aftur og kannski kannist brunnlokkin og ristarnar sem við löpum alla daga og samkeppnin þeirra er bara innflutningur frá Kína. Við fengum verkfræðistofu til að mæla bara kolefnislosunina hjá þessu félagi versus samkeppnisaðilum og það er gríðarlega munur og þetta er alveg svakalega gott sölupakk til álverana og þessara sem er að kaupa þetta. Þau áttu sér ekkert á þessu. Saman við Travel Connect að við fórum í svona stefnumögnu með þeim. Það kom við því að það bara skipti starfsfólki. Fyrsta spurning fyrir starfsfólki við til bara hvað það gerir sjálfbærnimálum og viðskiptum mikið spóis. Þannig að í framhaldi því réðu þeir sjálfbærni fulltrúa og þau voru fyrsta ferðarþjónustufyrirtæki til að fá þessa Travel vottun. Og svo NG sem er einn af nýjustu fjárfestingum okkar sænskt félag sem framleiðir vatnsrenns í búna fyrir fiskeldi og ég var bara að funda með þeim við erum að klára stefnumótun okkar og þau eru svakalega spennt að fara í sjálfbærni svona málaflokkin því að þau vilja svo sýna viðskiptunum hversu hreinna er vatnið eftir notkun á þessu búnaði. Þannig að það eru fullt af tækifærum bara svona einfaldar þannig að fólk bara trúi að taka fyrstu skrifin og viti hvað það er að byrja. Og já, þannig að þetta er svona næstu skrif vegferðin hjá okkur bara dýpka sjálfbærni áttugreiningu eins og ég var að sýna ykkur og pæjulýsingin við erum í rauninni mælaborðið við höfum allar upplýsingar, við höfum bara svona eftir að taka skrifið. Þannig að þetta er bara vegferð og við tökum eitt skrif einu og erum alltaf að reyna að bæta okkur á leiðinni. Takk fyrir þetta, Rakel. Ég var nokkuð að búið að spurningar, þú þegar bara svaraði þessu ég ætla samt aðeins að reyna. Það er kannski ég ætla að gefa okkur frábæra innsýn inn í praktísk dæmi. Þegar svo spurningar þetta er samfæðið sem þú ert að segja hvernig er þetta í raunheiminum og ég held að þeir eru okkur fleiri dæmi. Og eitthvað sem það er ekkert til sjóð fyrir nokkur málum erlendar. Fyrsta sig er þetta á því hverja fyrirtæki sem kaupum að setja sér orkupöld. Og meðaltalið sparaði þá orkukostnaður upp á 20–30%.
Það er svolítið gaman. Ég hef svo Íslandi, orka væri svo ódýr, þetta væri ekki praktískt issue fyrir bræðadekkutusjó, en það er það greinilega. Já. Þannig að, en bara svona, eitthvað sem dettur í hug, annað en þessum, nefnum svona mörgflótt dæmi, að það gengir best, en kannski ekki síður áskorun eða eitthvað sem komið óvart, og það má alveg vera eitthvað sem þau eru ekki búin að leysa, ég meina, hvað er svona, hvað er mestu áskorunar, flott dæmi, þess að vinna þetta með fjölskyldufyrirtækjum, er eitthvað svona áskorunir sem að eru ennþá að ströggla við, nú eða bara einhver önnur dæmi þar sem að við skila góðum árangri raunheimir. Hvað sem þetta er hug? Já, góð spurning. Áskorun kannski helst bara með svona hvernig maður þarf, þú veist, hluti af þessu er bara svona sannfæring, hluti af sjóðsísum að þetta sé það sem vitum við að við séum að eiga tíma og peningum í þetta og saman með stjórnmynduna. Það er alveg bara svona, já, líklega það og bara teyminu öllu, maður þarf svona alltaf svolítið svona, þess vegna langar mér svo meira bara, þetta er bara stefnumótun, þetta er ekkert eitthvað afmarkað, þú veist, þetta er bara hluti af vindis varveitingu eða sköpunum fyrirtækið, þannig að svona, já, og kannski líka bara, veist, það er ekki þetta flókið, maður er að reyna að lesa sig í gegnum þetta og það er bara ógeðslega flókið. Já. Að vita til hvers að ætlaðast og hvernig maður á að bera sig að, sko. Og svo upplýsingagjöfin, hún er, eins og ég segi, bara maður fær 10 mismunandi skjöl sem maður þarf að svara, þannig að það var einhvern veginn þetta samræma svolítið stefnunni, svo það var alveg rosalega gott. Við reynum að taka það til okkar hér Já. og örugglega fleiri í samfélag. Takk hérlega fyrir frábæra þetta. Takk. Á síðast erindið, það er Ásdís Gísladóttir, Sjóvá. Það er mikið að gerast í heimi tengingarna og þú ætlar að setja okkur innsýn inn það sem er að gerast bæði heim og eitthvað erlendis. Takk. Hæ, Ásdís heiti ég, forstöðumaður áðstýringar hjá Sjóvá. Ég ætla að ræða aðeins bara átryggingar á tímum loftslagsbreytingar og hver eru bara áhrifin. En tjónaveldum veðsendra atburða er bara stór hluti af þeim tjónabætum sem við erum að bæta bara í heiminum. Og Munich Re sem er stærsta endurtryggingafélag í heimi, þeir hafa nefnt að árið 2024 var bara þriðja stærsta tjónsár frá 1980 og vógu þar hamfaraveður bara þungt og voru það stormar, þrumuveður, flóð og fleiri þættir. Gróðureldar hafa geisað í Kaliforníu og bara á þessu ári urðu 16.000 hús eldið að bráð. Og þetta hefur leitt til þess að bara umræðan hefur myndast, líkt á Tómas nefndi áðan, að svæði eru bara verða ótrygganleg. Og Seðlabankastjóri Bandaríkjanna hefur bara haft orð á þessu og það getur haft bara gríðarlegar afleiðingar. En þetta er ekki bara öfgar í þurrkum og hita. Við erum að sjá líka bara mikla úrkomu ákefðir í heiminum, storma og flóð. Og má þar kannski nefna flóð sem var í Valencia á síðasta ári og olli gríðarlega miklu tjóni. En þetta er í rauninni bara örfá dæmi bara svona viðtekta atburði sem er að gerast í heiminum. En ef við færum okkur hingað heim, hvernig horfir þetta við Íslandi og íslenska tryggingamarkaðnum? Og hvernig hafa í rauninni þessi tjón eða hamfara við út í heimi áhrif á okkur hérna heim á Íslandi? Við þurfum í rauninni að geta að horfa margir daga fyrir tíma til að sjá mikla auka í veðurfari hérna heima. Bara fyrir 2 vikur síðan var þetta mikið skýfall á höfuðborgarsvæðinu sem við eflaust var við. Og sama tíma var hitamett slegið á Egilsstöðum. Við verðum í rauninni bara að búast við fleiri svona atburðum og verður það raunin, þá má bara gera ráð fyrir að tjónatíðni getur komið til með að aukast. Svo stærstu viðtektu atburðir sem við erum útsett kannski fyrir hérna heima, það eru gróðureldar vegna bara hækkandi hita og fleiri þurrkadaga. Skýfall og stormar. Við byrjum á gróðureldum. Hætta vegna skóga og kjarrelda hefur aukist mikið á síðastliðnum árum, en það hefur verið bara aukin áhersla á gróðursetningu hér heima og stækkun skóga og þetta hefur aukin hættuna mikið. Og svona kannski til að átta okkur betur á svona áhættunni, þá hefur við hjá Sjóvá kortlagt þessa áhættu. Við höfum í rauninni bara kortlagt hvar á landinu er að finna skóglendi og hvar á landinu er að finna svona hnitsettar brunatryggðar eignir.
og borið þetta saman svona að finna þéttbýlismyndun í þessum skólandum. Og stærsta áhættan að finna í sumarhúsabyggðum. En þessu sumarhúsabyggðir eru þetta byggðar í kringum mikið skólandi. En þessi svæði þau eru misáhættu mikil og við erum svona að skoða þetta með hliðsjón bara hversu langt er á milli bústaða, hver eru verðmæti þessara bústaða á þessum svæðum, hver aðgengi slökkviliðs á svæðinu, hver aðgengi að vatni, hver samsetning gróðurs á svæðinu og svona fleiri þættir. Önnur áhætta sem við erum útsett fyrir hér heima eru stormar. Við erum bara útsett fyrir miklu hvassviðri hér heima og þess vegna eru tjón af völdum storma bara tiltölulega tíð hérna heima. Þrátt fyrir það að hvassviðri séu tíð hérna heima þá eru samt tjón af völdum hvassviðri í stóra samhenginu ekkert gríðarlega mikil. Við sjáum hérna myndina efst uppi til hægri. Þetta sýnir svona stærstu storma sem að geisað hafa á landinu frá 1949 til 2015. En við eigum því miður að þessu móti ekki tölur frá 2015 til dagsins í dag. En þessi mynd hér niðri, hún sýnir í rauninni bara útgreiddar tjónabætur hjá okkur. Svo appelsínugula lína, kannski svolítið lítið, hún sýnir í rauninni bara útgreiddar tjónabætur. Bláa línan, hún bara tjónabætur núvirt og svo punktalínan hérna, hún sýnir í rauninni trendið. Við sjáum þetta bara, trendið jákvætt, við erum að sjá fleiri tíðni, tjónatíðni vegna hvassviðra, en á sama skapi eru bara verðmæti orðin meira í eignum í dag og stofninn okkar hefur líka reyndar verið að stækka síðastliðin ár. En það sem kannski líka hjálpar okkur hversu sterkbyggðar eignir eru hérna á Íslandi. Þau eru að standa af sér þessi átakaveður og við teljum líka það sem hjálpar eru bara forvarnir og svona upplýsingagjöf út á markaðinn. Þannig að fólk getur í rauninni bara til að reyna að draga úr tjónum. Þá erum við að senda upplýsingar hvað fólk getur gert. Og þetta ekki mælanlegur ávinningur af þessum forvarnaskilaboðum, en við teljum samt að við getum dregið úr tjónum með þessum skilaboðum. Framtíðarspár gera ráð fyrir að það dragi úr meðalvindi svona heilt yfir á landinu, en á sama tíma gert ráð fyrir að stormadögum gæti fjölgað hér á landi, sem þýðir þá í rauninni bara að tjón geti aukist. Við bætum líka að einhverju leyti tjón vegna úrkomu og það kannski helst skýfall og asarhálku. Og við erum að sjá að aukningu í þessu. Og líkt það nefndi áðan var bara fyrir 2 vikum síðan mikið skýfall á höfuðborgarsvæðinu sem allir því að yfir 60 tjón voru tilkynnt til tryggingafélaganna. Og þessi mynd tekin úr bílakjallara í Kringlunni sem myndaðist bara mikill foss, þar sem í rauninni bara afföllin bráði ekki við allt þetta magn af úrkomu sem kemur á svo skömmum tíma. Þetta getur bara valdið miklu tjóni. Og spár gera ráð fyrir aukinni úrkomu. Þannig að það má í rauninni búast við fleiri svona dögum. En úrkoma getur valdið bara margvíslegum tjónum og þeir geta hringt af stað skriðuföllum og eflaust einhverju sem mun eftir aurskriðinu sem féll á Seyðisfirði fyrir nokkrum árum síðan og átti bara mjög miklum tjónum. En það sem kannski ekki margir vita að þessi tjón ekki bætt af tryggingafélögum almennt. En tryggingakerfið á Íslandi að mörgu ólíkt því sem gengur og gerist í heiminum. En hér starfrækt Náttúruhamfaratryggingar Íslands og þeim ætlað að bæta tjón af völdum náttúruhamfara, eins og til dæmis skriðuföll, snjóflóð og vatnsflóð. Og sem þýðir í rauninni að mörg af þessum tjónum vegna náttúruhamfara bætt af þeim sem bara undanskilin skilmálum tryggingafélaganna. En það eru tryggingafélagin sem innheimta samt sem áður iðgjöld fyrir NTÍ og það í rauninni bara gert með bara þeim tryggingum sem eru hjá fólkinu hjá tryggingafélagunum. En hafa ber samt í huga að NTÍ bætir einungis brunatryggðar eignir einstaklinga og fyrirtækja. Bætir í rauninni ekki hluti sem ekki eru brunatryggðir og bætir ekki afleidd tjón.
Og hvað afleidd tjón? Það getur til dæmis verið að fyrirtæki verði fyrir tekjutapi vegna rekstrarstöðunar af völdum náttúruhamfara. Þá það ekki bætt af LTI. Og endurtryggingar. Og eins og staðan í dag þá metum við kannski ekki sem svo að áhrif loftslagsbreytingar hafi gríðarleg áhrif á okkur hér á Íslandi. Og við teljum að öfgaveður mun komið til með að fjölga og tjónatíðni þar af leiðandi aukast. Það teljum við kannski ekki að þessi alvarleiki verður á sama kaliberi og við erum að sjá út í heimi. En þessi tjón sem að gerast út í heimi, þau hafa samt sem áður óbein áhrif á okkur og það í bara gegnum endurtryggingar. En hvað eru endurtryggingar? Endurtryggingar í rauninni bara tryggingar fyrir tryggingafélög. Við erum þá í rauninni bara að flytja hluta af okkar áhættu áfram til endurtryggingafélaga og í rauninni tryggja okkur þá fyrir bara stórum tjónum og aukinni tjónatíðni. Og þessi mynd hérna, hún sýnir í rauninni þróun á verði endurtrygginga á heimsmörkuðum frá 2012 til 2025. Við sjáum þetta frá 2012 til 2017, þá var í rauninni verð á endurtryggingum lækkaði. Og var það helst tilkomin vegna þess að bara náttúruhamfarir voru ekki eins tíð og eru í dag og bara framboð var umfram eftirspurn, þannig að iðgjöld lækkuðu. Svo það sem gerist 2017, það var náttúruhamfarir að verða tíðari og eftirspurnin umfram framboðið. Og iðgjöldin hækka gríðarlega mikið. En það hafa samt svona verið stabílur segjast núna eftir þessa miklu hækkanir. Og rauða línan hérna, hún sýnir í rauninni verðið á eignartryggingum, endurtryggingafélögum. Og við í rauninni semjum alltaf bara til árs í senn og þetta í rauninni bara alltaf samtal sem við þurfum að taka okkur í einast ári. Þess vegna leggjum við gríðarlega mikla áherslu á í rauninni bara upplýsingaöflun og upplýsingagjöf til endurtryggingafélaga til að í rauninni bara upplýsa þá stöðuna hérna heima. Aðeins svona horft til framtíðar. Framtíðarspár gera ráð fyrir, líkt og hef nefnt, aukningu í öfgum í veðurfari sem leiðir þá í rauninni til bara aukinni tjónatíðni og auknum tjónaþunga vegna viðurkenndra atburða. Það hægt að jafnast á, líkt og ég nefndi að iðgjöld endurtrygginga muni komið að hækka frekar eins og við höfum séð. En við teljum bara mikilvægt að vera með augun á þessu og leggja bara mat á bara stöðuna eins og hún hverju sinni og horfa svona til framtíðar. Við ætlum að bara halda áfram að leggja áherslu á forvarnir. Þótt að sé í rauninni ekki þessi mælanlegu ávinningur, þá teljum við þetta bara að hafa skipa sköpum í tjónatíðni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Ásdís. Þetta góð innsýn í annan sektorinn og við þetta hafi verið að vinna í sjálfbærnimálum í nokkur tíma en tökum mikilvæga skenningu og upplýsingar og svona aðeins. Og það kannski ein spurning bara rétt áður en við opnum fyrir almennar umræður að þú talar upplýsingum til endurtrygginga. Og við veitum að það mikið fókus á erlendis og þú nefnir Seðlabankastjóri Bandaríkjanna hann var að ræða þessu. Mark Carney sem við þekkjum núna frá Kanada, hann var að þessu ræði sem bankastjóri Englandsbanka í apríl 2018 og eiginlega las út af nokkur ræðan, hundskammaði tryggingarviðnaðinn og þið eru greinilega með augun á botnanum og þú segir að þið eru að greina upplýsingar út og sýna okkur smá inn í það. Hefur bara tilfinningar fyrir því, hvort að ykkar vinna í þessu sjálfbærnimeðferð, mikilvægskenningin áhættuendurvinnslu og þessar aðrar upplýsingar geti haft í ákvæða áhrif á endurtryggingu, það krónum og aurum. Já, þetta í rauninni bara samtal sem eins og ég nefndi, þetta í rauninni bara samtal sem við erum að taka hverju ári og bara verðið á endurtryggingum að hækka gríðarlega mikið. Þannig við teljum mjög mikilvægt í rauninni bara öll svo gagnaöflun sem við höfum hérna með öll þessu tjón sem að verða hér heima og upplýsa endurtryggingu bara nákvæmlega hversu það hérna heima og sýna þeim hvað við erum að gera. Þannig við teljum já að þetta að hjálpa okkur í samfélagi við þeim. Þannig að það kannski ágætt svona í lokin að þegar maður hérna svo til virðisaukin að þetta kannski enn eitt á dæmi, við vorum að heyra nokkur dæmi þetta í dag, enn eitt dæmi. Akkurat. Takk að kemja. Já, takk sem þess.
Við erum þetta mjög góðum tíma og gerðum ráð fyrir frjálsu spjalli og það getur sjálfsögðu farið fram með kaffivélina. En einhverjar spurningar eða svona pælingar sem við viljum koma með? Eða bara ábendingar eða einhver viðbótar know-how? Við getum beitt spurningum til frumvælanda eða líka við getum bara salurinn getur svarað. Stöndum þetta. Já, það er ekki bara frábært, við viljum ekki bara koma. Já, það það. Já, ég ætla að fá skjóta inn hérna. Bara takk fyrir frábæra erindi, ótrúlega áhugavert og skemmtilegt hvernig þið að tala í rauninni átstýringuna og svo sjálfbæru fjárfestingarnar, af því þær í sjálfu sér átstýring líka, mjög aktív. Mér langaði að spyrja aðeins úti í alls 4 ár núna síðan að hópur lífeyrissjóða Íslandi skuldbatt sig í græna fjárfestingar upp á 580 milljarða. Hver svona staðan á því? Og minnst svo líka áhugaverður punkturinn ykkar með þetta þið viljið nýta sjálfbærni greiningarnar sem svona, samkeppnisforskot, en það má samt ekki vera of langt samkeppnisforskot, af því þið þurfið að fá einhvern veginn allan geira með ykkur. Þannig að svona, kannski tengja þessa 2 punkti saman. Hver staðan á því og hvernig sjáum við það þróast áfram með þessu grænu fjárfestingar geirans? Ég get kannski ekki svara fyrir alla lífeyrissjóðir hvað við erum að gera. Það sem við gerum gert frá því að marka á sett við mælum þetta árlega og það sem gerum í ár var að við samræmdum mælinguna SFDR-skil. Færðum fyrst sinn yfir í Sustainable Investment Pakka þar, það Economic Governance og svo og við erum komin á 40% að leiðinni og við erum með ákveðnar hlutir hvernig hægt að ná þessu. Það sem hefur verið rosalega erfitt með heima hvað fáir fjárfestingarkostir sem að gera til greiðu box. Það þarf að hugsa því, ok, við erum að horfa á fleiri markmið til að ná þessu, við erum að horfa í hlutfallsteinina líka. Það svona umræður sem í gangi að hjá okkur innanhús. Svo einhver annar starfsfræði fyrir hvernig að geta saman lífeyrissjóðaskipti. Þannig að við erum alveg komin vel á veg og mér finnst alltaf mjög mikið að við höfum samræmt þessar skilgreiningar sem í reglugerðinni. Þú getur svo stóla á það, ok, það ekki greitt út í gangi, en þetta eitthvað sem actually að standast þessar lagalegu kröfur. Það alltaf skrif í okkar. Já, takk fyrir frábæra erindi. Spurning kannski til ykkar allra, en þið svona ráðið hvernig svariðinni, en ég sá núna fréttir frá Umhverfisstofnun að Íslensk stjórnvöld og við bara sem þjóð og land eru langt frá okkar markmiðum samkvæmt Parísarsamkomulaginu og í rauninni erum við stefnu í þveröfuga átt og það sem kannski ég hef áhuga frá ykkur, hvernig sjáið þið, bæði þá hvernig áherslur ríkisins muni eftir móta þá mögulega fjárfestingar eða hvernig tryggingakerfið eða slíkt. Telja þetta sé eitthvað svona sem tiltæki ykkar greiningarþráin eða bæði þá gagnvart ríkinu sem útgefandi af skuldabréf mögulega fellur mikið kostnaðar á ríkið ef að þú fer fram sem horfir, við förum langt yfir okkar markmið, en líka bara hvað ríkið mögulega geti gert og sem að taka datumir, þannig mögulega umbreytingar á þetta. Þannig er þetta eitthvað sem við byrjað að skoða eða kannski meira til þráins en það er ekki komið frá. Þetta eitthvað sem við höfum alveg samsögum búið fyrir og ef að íslenska ríkið vil ná einhverjum framgangi í þessu mál, þá þurfum við kannski taka þetta auka skref fyrir þessu. Við höfum meðal annars skoða í hvort það gera allir ríkisins og síðan 2.0 sem kom út þá voru vissir fjárteg hvað það útistæði þar. Svo maður hugsa, ok, hvernig ætla að gera þetta og það kemur ekki svona nánari útistöð á þeim. Það svona einn dæmi þar sem maður hefði viljað kannski tekið að af skafið, Þannig eins og staðan í dag, þá það kannski að vera frumkvæði frá að mæta þessum fjárþörfum. Sýna að þeim sé þetta sé meint af alvöru. Þannig að við fyrir að tekja eftir svona umhverfistöðum. Ég held kannski bara að fyrirtæki verða að finna þetta bara fjárhagslega, þetta skiptir máli, þannig að þið bara komið gegnum einhver gjöld eða betri lánakjör eða gera eitthvað svona jákvætt ferðing á þetta skilja, það sé eitthvað svona hagur yfir að huga þessu, en því miður held ég bara þau þurfa að finna þetta bara fjárhagslega. Taka þetta eitthvað á alvöru á. Við spenntum við það innviðaþing í gangi núna, við jákvætt að taka samtal þar, kannski ekki verið að þar að græna fjárfestingar eða eitthvað þess og þar, sem hvernig það fyrir
þá var einmitt líka mikilvægt að uppfylla þessar sjálfbærni kröfur sem einhvern veginn þess að gera. Það er ekki bara nóg að segja, já, það er kannski eitthvað sjálfsögð. Það er ekki þarft að fara í gegnum ákveðin próf þarna til þess að standa þessu best. Og Ísland þarf að sýna, ríkið þarf að sýna fyrir tilbúin það líka. Það er spennandi að sjá hvernig það er. Ég held bara kannski til að bellinni að við vorum að tala orkukostnað þessu, þú finnst, maður alltaf fundist orkukostnaðar svo lágra í Íslandi en maður smá kannski orkusóði, þú veist, en núna eru fyrirtækin virkilega fram að binda fyrir áhrifunum og þá bara við bara að skoða þetta sjálf og þannig að líka svona að styrkja punktinn aðeins. Og það er að bregða þetta líka. Ekki ósammála. Þá vil ég bara þakka ykkur kærlega fyrir ykkar erindi og ykkar líkur fyrir komandi þátttökuna en partíið ekki búið. Það endilega fáum við meira breytingum og samtali. Takk.